Boom, we are live. We are so freaking live. BBL Bense is about to join the chat. BBL Bense. We are live. BBL Bense. Woohoo. Chat, let's go, chat. Let's go. W's in the chat. W's in the chat. Let's go, everyone. One watching. BBL's in the chat. BBL's in the chat. BBL's in the chat. Come on. Send pictures of BBLs. Herru, við þurfum að byrja þetta sem ég á að sína fólki sko. Hvað er maður ekki að horfa? Einn. Það er einn að horfa allavega. One watching. Ég heyri ekki þér. Heyrir ekki mér? What the? Ég held að það sé hljóðið mér sko. Þú ert kannski ekki með tengt í rétt. What the fuck? Heyrðu þú mér? Ég heyri þér. Ég heyri ekki þér. What? Ertu með tengt í rétt? Ertu með heyrumtólinn tengt í rétt eða? Böðu, jappa bara aðeins. Ég ætla að sína fólki hérna. En þú ert ekki tengd við mækið en heldur. Sjá. Hann ertu blessaður. Sælir, mækið er ekki tengdur heldur. Þú veist, þú verður að velja mækinn líka sem, þú veist, mæk. Heyrumtólinn og mækinn. Ég ætla að sína fólki editið sem ég er búið til á æfa skot. Það sjá. Damn baby, ég vil ekki að fólk sjá all the Facebook chats. Þannig er þetta. Hvað er? Mækinn datt bara út. Já, I don't know. Herri, ég þarf að fara inn og aftur út á. Sorry. Man, it's alright. Ég ætla að sína fólki hérna. Real quick, sumir vita, ég er í vinahóp, groupchati sem heitir Æfa Squad, motherfucking main crossfit hópspjall Íslands. Og ég bjóð til smá edit hérna okkur sem ég ætla að fá að sína ykkur, þannig að ef þeir að hlusta Spotify, opniði núna, eða hlusta YouTube, opniði núna skjáinn, checkið hérna, motherfucking Winter Arc lock-in edit. The girl you brag about to your friend, the one you speak of, I'll be your... Við erum byrjað på nýtt, ok. Tilbúin, 1, 2 og roll clip. I'll be your bitch. The girl you brag about to your friend, the one you speak of in locker rooms and show off the Instagram of to the team. Ég fucking elska svona dót. Fólk veit að kannski að ég er svolítið cringe og skrítin og eitthvað. En ég er addicted. Svona edits og svona shit. BBL Bensi, Riverside, Open and other tabs as well. Það stendur að setja með Riverside Open líka annars staðar eitthvað. Já. Komið. Já, komið. BBL Bensi. BBL Bensi. Já. Þetta er pólitík, ekki, þessum þetta. Let's get down for Christmas. Ég vorum að tala politík. Við erum að fara að tala the big Sylvia Guðrún case. Who is fucking imitating her? Þetta all over the fucking internet right now. Everything is going crazy. Þetta á beauty tips. Þetta út fucking allt sko. People wanna know. Hver að fucking herma eftir henni? Herma. Hver hermi kráka? Sko, hún actually að herma eftir henni? Ég veit það ekki. Eina sem ég veit samt að the next greatest rapper of all time, the GOAT, næsta GOAT mögulega. Sylvia. Dude, hvað ætti maður mikið að byrja að hendi í þegar maður er með bara little bit announcement að henda bara í fucking rap post á Instagram? Það ætti eiginlega bara að vera í fucking ríkislögum. Við erum að fara að droppa merch-it og ég held kannski að þetta er ekki merch-it en við erum að fara að gera að það. Líka svona proper svona
Það er svona grunnskóla Eitthvað rapp proper. smá, svona, þú veist, svona skrifa niður textan sem rímar og svona lesan, skilur. Það eru bestu rappin Það er langbestur rappin. án gríns. Þú ert going turbo Ég veit mode ekki, at the house, konan veik, krakkinn Turbo mode. Já. Jú, hann er alltaf góður að sofna krakkinn sko. Það er, thank you Lord Jesus. Já. Hérna, hann er alltaf snöggur að sofna sko og sefur svona þokkalega með við. Ég vorkenni fóreldrum sem svona gett lengi að svæfa. Já. Það er pain. Já. Þú veist, hann Halldór François, hann hefur ekki það vandamála að ekki vera snöggur að sofna sko. Ég get, þú veist, þannig ég veit svona þokkalega mikið hvenær ég, þú veist, hann er að fara að sofna eins og ég get sagt til þig, heyrðu, þetta er að fara að tæta inn í ettina á þessu að ég veit hann er að fara að sofna. He's gonna fall asleep, that boy. En það sem er cursed er að þau sofa stutt er að vakna oft eftir að sofna, það er líka slæmt sko. En ég held ég tek það frekar heldur en lengi að sofna. Já, make sense. Það make mjög sense. En það er allir veikir hér sko, nema ég, strongest soldier. Ég held að ónæmiskerfið mitt sér svo fannlega gott að vera að þjálfa mikið og vera með leikskólakrakka núna í smá. Og það borða sand. Já, borða sand. Og ég er enda búinn að fá 4 sinnum njálg. Shit, ég hata fucking klæði rassinn. Ég hugsa alltaf bara, oj maður, ég minn njálg. Gaur. Tengir við þetta? Færð þú kláða í rassinn við að fá bedalinn? Heyrðu, það gerðist bókstaflega í morgun við mig. Fucking keðjan á hjólið mínu slitnaði, þannig ég þurfti að taka strætó. Það slóst í rassinn á þér? Nei. Hvað ætlaði að segja eftir? Það sem ég ætlaði að segja var keðjan slitnaði, ég þurfti að taka strætó, drakk pre-workout, bedalinn í pre-workoutinu og ég fann það þegar ég stóð upp bara what the hell með motherfucking klæjar í rassinn. Eiríkur Ingi segir mökk daginn. Nei, er ekki líka bara einn að hlusta? Eiríkur Ingi var að konga yfir sig á þegar vorum að livestreama á Íslandsmeistaramótinu. Þá var hann að chatta, hann var góð, ég held að hann verið 3. seti yfir chattin. Oh damn. Hvað er fyrsta? Hann var með mér í Vatnsmýrinni og hann er algjör kongur, Eiríkur. Shout out á Eirík. Eiríkur, ertu búinn að næla þér í bóli eða náður í mörtsinu? Svo er bara þöggt, við býðum bara þannig sári. Við býðum bara þannig sárar. 5 minutes later. Ég er í mörtsinu. Nei, Bókjum að hóra sér. Boom. Já, við bókstaflega erum ekki búin að auglýsa merchi sko, þú veist, eftir við droppum því á podcastinu. Við glemdum að minnast á þannig sem seinast að við eigum ennþá núna, alltaf fari, það er að detta út þessar minnstu stærðir. Ég held að margir halda að við séum búin að selja upp en við eigum nokkra smál og nokkra medium og en það er að malla út. Bjarni var að kaupa í gær sem var í Íslandsmeistaramóti, hann kom og keypti. Damn, var hann í medium? Og þetta fyrir að fucking nei, hann var að kaupa þetta. Kannski má ég ekki segja þetta. Af því hann er að fara að gefa þetta í afmælisgjöf. Persónuverndarlög, damn, þú komst upp mann ekstra mikið þarna. Kannski má ég ekki segja þetta þannig að hann að gefa Daniel þetta í afmælisgjöf live á YouTube. Ég held hann að kannski að ég gefa strax. Ok, anyways, ef hann er að fara að gefa bólinn þá er hann að fara að gefa kærustinu sinni bólinn. Damn. Það voru illa nettar fucking stelpunar á Íslandsmótinu. Náðu ekki minnast þær, segir ykkur. Too bad. You snooze, you lose. Semi, sko. En stelpunar sem voru, þú veist, að kaupa merchi og voru að keppa on the floor, ég var svona að þetta smá rock'n'roll þema. The girls at the Íslandsmót voru í crazy steraból. Þetta er frekar awesome. Sko, mér finnst að þú veist, gellu gymfoot eru, þú veist, það er svona, það er oftast náttúrulega bara eitthvað svona metasport þröngt og einhverjum svona basic beige litum og þannig. En svo ertu komið með svona meira, ég er meira svona alvöru ræktar
Pia Já. þá ertu komin í svona meira long eða svona oversized ég spáði hans í og- hver svona með nettasta outfitið, hver svona klæðið sem nettast á Íslandsmótinu af stelpunum og mér finnst sko, þú veist þó að hún var ekki beint með þennan stíl, hún var reyndar í bolnum í einum event, hún var í sterakast bolnum í einum event en overall, þá veist mér Elín algjör visionary Já. alltaf gett Elín svona er color náttúrulega- coordinated og svona Já. ég er svona damn Hún er going crazy with the colors sko Mhm. Ég skal alveg gefa henni það, þetta er alveg crazy style Já. Eina sem hún gerir samt þú ert með svona crazy liti er að, þú veist, ég fíla ekkert alla liti svona gett mikið Þú ert ok. að taka sjansinn á því að einhver sé, oh my god, þetta er bara litur minns sem voru 2 ára eða einhver er ég hata þennan lit Mér finnst meira Mér bara þú finnst veist hann að því ekki að flottur. þú veist, ef þú ert ómikið að betta á lita þá var það bara ok, ég ætla að hóla bláan alltaf bara hvað er blói, það er fucking insane en þú veist, það er awesome að Það er þetta bara enda ok, frekar- núna Það er er ég lúmst epic það er lúmst epic I'm blue, það er en það er smá awesome að vera, þú veist, yellow Power Ranger svo ertu blue Power Ranger, svo ertu, þú veist black Power Ranger Má það, ég veit það ekki alveg En ég er svona sammála og ekki sammála Pældi ef einhver hefði bara alltaf verið í bláu alla keppnina, full on bláu alltaf, öllum events Það væri Blueface. frekar Blueface Blueface, Það væri baby. lúmst epic Það væri lúmst epic Pældi ef að ég, þú og Dóri, ég væri alltaf í bláu Dóri alltaf Þú- rauðu þú alltaf bleiku Það væri epic og þú er alltaf blackface Já, öllum ég í er höndunum. bleiku Ángríns blakku Sko Nei, ég hugsa gaur. um þetta daginn með blackface já, Ef þú ert að fara að henda í bara eitthvað einhver svona mythical creature eða já nei, Það þú ert að fara að henda í einhvað sem bara requirear að þú málir þig svartan chat, do not Er clip það, that þú veist chat, please don't clip that Er það ekki þannig séð í lagi? En Jú. þú veist, Það er bara það literally sem er að því er svarti kissinn í kissinn og klóin Já. eitthvað skilur við Já, þá ertu ekkert Já. eitthvað fucking PC eða þú ert bara eitthvað ekki svartur skilur en Já. motherfucking En þú veist- grunnskólakennari minn sem var fucking Já. gangster á öskudaginn og var full on Var- fucking black hann var literal gangster já, þetta var kona hún var Nei. gangster á öskudaginn og var fucking blackface I swear to God og at the time Shit. þá var allir svona já, fyndið svolítið fyndið núna, looking back þá er maður got some video Not evidence okay gæti Not okay. blackmailing gæti þannig sem við set for life Já, Bara- nei, ég held samt að hérna það er bara cancel að borga culture er leiguna búið mína með og þetta þannig. Já, nice Kannski. en bara svona þú veist Ég held smá að, money. ég held að fólk sé alveg að komast upp með eitthvað sem að gera fyrir 20 árum eins og þetta, sko Er það ekki? jú það er Ef þetta svona er það er decent líka people. svona þú veist þú færði eitthvað svona þú veist svona accusation eða eitthvað og það er gett svona mikilvægt hvernig þú svona respond hvernig þú hérna bregst við því þú veist hvað þú svarar Já fattarðu mig? Það sýnir current Já. state of mind skilur við Já, bara nákvæmlega þetta var fyrir 17 árum sorry ég var hálfviti I'm sorry þetta ég hefði getið að gera það I'm sorry það var bara okay, cool whatever síðan þú veist þarna gælan á YouTube sem að gaf út lag hún og gítar some people are trying to cancel me and think that I'm an idiot so I want to clear things up þú veist það sem búin að syngja Nei það er basically segja bara allir sér Og hún- nættarar og enginn á rétt fyrir sér Jesus En þetta er samt alveg fakt sko að já, eitthvað sem þú gerðir fyrir 20 árum eitthvað 16 ára eitthvað svona, þetta er bara eitthvað það þarf ekki að cancela fólkið því nei, ekki nema þessi mjög alvarlegt Hvað fannst þér herru, við geðum late to the party, ég man ekki hvort að tala um þetta hvað fannst þér hann að Coldplay hann að sína það er kiss svo cam af hann að fucking fyndið, CEO-inu maður. Shit, það er svo og hann var fucking caught fyndið cheating
Mér fannst það svo Það er crazy ógeðslega stæl. fyndið sko að því að þau böstuðu sig með viðbröðunum sínum. Ég veit það. Þetta er aldrei fatta sig að þau bara eitthvað halda áfram að knúsast gett eðlileg. Nei, ég veit það. Það er bara, þetta er eitthvað par, fyrir þess að fólk hlusta að höfðu ekki séð það, þá er þetta svona par sem er bara svona, þú veist, ég held að gaurinn eða gælan er með svona hendunar váðar utan svona gaurinn og svo kemur svona couple cam af þeim á Coldplay tónleikum og þau bara frík út, þau bara eitthvað svona fara svona að fela sig og eitthvað, þannig að bara svona obvious að þau voru að halda framhjá eða eitthvað, þú veist, átti ekki að sjást. Já. Og Hann þetta var segir eitthvað. fucking viral og hann er eitthvað CEO og hún vinnur í HR. Það gett mikið memes núna sem er alltaf eitthvað svona how the HR person eitthvað looks at you þegar að það eru Coldplay miðar komur sölu eitthvað svona. En það sem er brútal er hann átti bara eitthvað 3 börn og konu og hérna þetta er bad way to go sko. Bóksla varð heimsfrægur hann fyrir þetta. Já, bókslega. Ég ekki látið fara líka. Jú, ég held að hann sagði upp eitthvað, hann var CEO eða eitthvað af fyrirtæki. Frekar fyrirtæki. One innocent little hug. We were just hugging, literally. Allt í má ekki knúsa coworker. Shit, ég veit ekki hvað þið hefði bara ekki gert neitt, bara played cool, bara þá bara, þú veist, það var svona worst case scenario að það hefði kannski einhver einn eitthvað bustað þetta og svoleiðis, skilur mig. Ég held að það er enginn bustað þetta. Nei, örugglega ekki. Hver er líka, þú veist, já. En mér fannst fucking gott þarna Egils höll, nei, what the hell. Hvað heitir eftir sem gerir, þú veist, Egils Malt og Appelsín? Hérna, ertu að tala Vífilfell eða ertu að tala Ölgerðina? Held Ölgerðina eða eitthvað, allan sem er mix og það var, þú veist, þau recreatuðu þetta með mix og malt, þannig að þú veist, það var svona mix can að knúsa malt eða eitthvað. Þetta er þetta einhver nýja auglýsinga? Þetta var svona frekar gamalt, en það var AI, gett svona basic prompt AI style, þannig svona frekar svona lili gæi og auglýslega AI, en fólk var ekkert svona fannig til í þetta, en ég var svona, þetta var fucking fyndið, mér finnst það fucking gott. Já, ég var gett mikið til í geðveikt svona lifelike sex scene á milli appelsíns og malts og ég það var frekar endar til í á svona alvöru langt svona, þú veist, appelsín er að klára langan vinnudag, kemur heim, sér eitthvað svona af glertappa, skilur svona af glerflösku heim, what the hell, lappar inn og bara, malt og mix bara fucking massa, ok? Nei. Af hverju mix? Mix og malt, frekar malt og appelsín. Appelsín er að koma heim eftir langan vinnudag. Malt er að halda framhjá með mix. Nei. Þú ert að miskila. Sko, blandan er appelsín og malt. Já. Þannig að sú blanda þarf að eiga sér stað. Þannig að frekar höfum að appelsín og appelsín er að koma heim að hitta appelsín konu sína og þá er malt mætt og er að ríða appelsín konu og appelsín kallin að lappin and that's how you get a malt og appelsín baby. Já. Og svo það er auglýsingin er malt og appelsín. Já. Það getur verið malt og appelsín auglýsing, en þú veist, malt og appelsín er established, skilur. Þú veist, þau eru par, malt og appelsín eru par. Það sem ég er að hugsa. Já. Þess vegna kemur appelsín heim eftir langa vinnudag. Og mix er að banga. En hvernig kemur mix inn, hvernig make a sense að hafa mixana? Mix og malt allt í henni. Í staðan fyrir malt og mix, fyrir ekki malt og appelsín, skilur. Já, en væru þeir að reyna að auglýsa þá mix og malt, þú veist, hvað er verið að auglýsa? Nei, þú veist, það væri bara fyndið, þú veist, þetta er sem þið gerðu, þetta var AI-auglýsingin, þú veist, mix og malt voru, þú veist, hugging, skilur, því þau var að, þá malt var að hætta fram hjá appelsín. Ha? Já. Ok, það er mjög irrelevant to the malt og appelsín. Good glitching like crazy sauce. Hættu. Wi-Fi einhvers staðar að. Já, ég er komin nýr í fucking 2 bars. Heyrðu í mér? Ég heyri þér. Sko, lórið á bakvið malt og appelsín meikar ekki beint sense. Þú veist, að setja mix þannig, in my opinion. Nú. Geri þá mix og appelsín eða mix og malt drikk.
Ég hugsaði að þetta make sense því þetta þú veist, evil, þetta bara framhjáld og þetta á ekki að vera svona, skilur. Þess vegna þetta svona alveg fyndið. Þú veist, mixum allt ágjörður saman. Já, kannski frekar samt, sko, ég væri frekar til að sjá malt og Fanta. Ok, það svona svipara appelsín, en ekki Fanta, þú veist, Jú. Það hitt, það Coca-Cola, það hitt. Það væri ennþá betra. Já, Big Collab. Big Collab, sko. Já. En ég heitir Víðfell lengur þetta Coca-Cola Partners eða eitthvað. Damn. Já, fun fact, skemmtilegt fun fact. Og voru þið nittir í það? Nei, ég heldur bara gera eitthvað díl eða eitthvað, ég veit það ekki. Vildu breyta? Já, I don't know. Ég ekki viss. Það Víðfell einhver legendary dæmi og þeir bara breytu svo svona fyrir Coca-Cola Partners. Já. Á ensku. Akkur ekki Coke-félagar. Miklu betra. Gauður, ég svo mikið að spá í þessu dæmi hann Flón og Birnir voru að gefa út lag sem heitir Lífstíl. Þú búinn að heyra það? Nei, en ég var að peppa hann klippunar af Aron Móla og eitthvað. Aron Móla var held ég veikstýraði eða eitthvað. Hann alltaf aðal karakter í þessu myndbandi og hann legendary karakter. Fucking fyndið að sjá hann dansa og eitthvað. Og skemmtilega skota Flón eitthvað sitjandi með mjólkuglas og smákökur og eitthvað. Kannski, ég finn að ég smá svona getting old og ég að vera svona pínu hater á suma hluti bara því ég að vera gamall maður. Nokkri hlutir sem ég fundið svona þegar fólk postar bara djammið, þú veist, og bara alltaf djampost, skilur þá svona, það má alveg hafa gaman en það má líka alveg hafa leiðilegt kannski ekki alltaf hafa gaman kannski ekki alltaf getting close to 30 ferða svona 30 plus jafnvel, skilur, ekki alltaf bara hvað niður í bæ að djamma, skilur fattur mig? Það má alveg stundum vera ekki gaman ég var stundum svona that's enough Já, ég skil þessa heit tilfinningu. Það eitthvað djúpt innan með manni sem svona fest svona smá að vilja stjórna ákvörðum annara. Já, og ég upplifði sömu tilfinningu sem ég textin í þessu lagi, Lífstíl peninga, gælu, tits, fucking fá það, oh yeah og ég svona, heyrðu ég over it ég held að það sem frekar mörg over it kannski einhverjir nýjir listeners að uppgöta Flóna núna eitthvað á Birni og eru bara peninga, gælur, en ég fæ svona sama vibe ég var svona, já, ég veit alveg hvað það er að tala en ég tengi ekki lengur þú veist, það kemur endapunktur maður má ekki vera 53 ára bara peninga, gælur, píka, wow, skilur Jú, ég skil, sko, ég er ekki búinn að hlusta lagið en þú lýsir þessu svona jú, það verður alltaf erfiðara að þetta sé relevant og þú veist, og að maður sé ímynda sér fyrir einstaklingana að það sé relevant sko, þú veist, eins lítið kredit og við gefum MC Gauta eins mikið heit við gefum hann vanlega en þú veist, hann hendi alveg upp á Malbygg, það snýst eitthvað annað smá, svona eitthvað æskan og svona klísja lagið hvað klísja það væri svona, já, skemmtilegt þetta svona að fara með wholesome it's make a sense, hann svona getting older eitthvað, þetta svona skemmtilegt já, þeir eru samt ekki já, ég er mjög sammála þetta er enda geggja punktur MC Gauti náttúrulega hann á svona keira sín í þessa braut og það er að koma mjög vel út fyrir hann en Flón og Birnir er náttúrulega ekki alveg komnar á það level hann er náttúrulega nokkrum árum eldri en þeir sko já. En ég skil hvernig að maður fer að vilja eins og þeir hafa svo sem gert sko lög sem að eru eitthvað annað en þetta já, þú veist, en þeir kannski já. Ég er sko hérna, ég er big fan af sérstaklega svona eldri lögunum það sem að þú veist bara trappa, skilur, bara tekst draga fucking geggjala hvað heitir lagið, allt og hratt fyrsta Flóna-platan í heild sinni, hann er bara legendary sko og svo bara gefið fullkomlega og hann er legendary tónlistamæður sko en svona textin, ég var svona, þú veist, að því maður er náttúrulega að hugsa þessum textan og hlusta á lagið já, 100% fattur mig, og ég var svona ég vil ekki heyra þetta, ég vil ekki hlusta þetta já, fattur mig þú veist ekki headspace-inu fyrir þetta sko ég hef alveg verið þar en líka bara svona fyrir eftir smá
akkurat hvar ég mann svona endur speglar sig sjálfan í laginu og ef maður þú ert bara eitthvað bókslega grind boss right now þá tengir ekkert við þetta. Já, en þetta líka, þetta eitthvað svona, þú veist, þetta svona að því að mér finnst ég að heyrt þetta svo oft, skilur, þú veist, það svona... Já, nei, það er rétt, sko. Maður hefur minni þörf fyrir að hlusta á þennan texta. Hann bara ekki að hitta. Hann ekki hitta eins og þeim á Twitter. En þetta lag þá, þú veist, þeir náttúrulega eru akkurat að reyna að expanda listening-hópin sinn, hlustendahópin. Og það eru okkur stati sem að vilja fá svona lög, ég meina... Já, það er alltaf 9 krakkar að koma með markaðinn. 9 Nákvæmlega. 20 ára, 9 21 ára. En líka, ég hugsa mögulega að lagið, lög sem er meira svona, sé smá svona, þeir þurfa að gigga. Og þeir þurfa lög til þess að gigga við. Af því að þú ert alltaf bara með róleg lög, eða einhver þannig lög. Það er svona smá, þú veist, ert að selja þig inn á grunnskólaböll, já, þetta er svona já og nei. Þannig að meðan þú gefur bara svona jamla, þá veistu allir fyrir setti, það er bara, ég er með lífstílinn, ég setja hérna inn. Það er hack solid. Já. En... Það makes sense. Nei, svo... Stundum ég segja svona að ég er að vera old man og ég er bara gett pirraður. Maður þarf svo mikið að vera svona að checka sig. Svona, er ég bara að vera gammal maður? Er ég bara að vera gammal pirraður maður? Sko, ég tengi alveg við sem þú segja. Þú veist, maður fer að vilja einhver nýtt, einhver ferskt líka þegar maður búin að bara hlusta á að vera með artista mjög lengi. Ég elska þeir hendi í svona alvöru tónlistarmyndband og allt þannig. Og gaur, ég get ekki sagt það mikið, ég er ekki búin að hlusta á fucking lagi, sko. Já. Það er smá steikt nýja svona, þetta væpa, þú veist, tónlistarmyndbönd eru bara Instagram post. Já. Og svo er bara credit, bara 30 manna teimi og þetta er bara Instagram post. Já, ég finn þetta ekki á YouTube, sko. Nei, þetta er bara Instagram, hjá Arni og Flóna og Birni. Það er enda crazy style. Já, en þetta er búið að vera alveg þing núna í smá tíma. Fólk er bara að posta tónlistarmyndbandi á Instagram og það er bara it. Og þetta er bara að tekið upp á iPhone. Já. Og þú veist, Arni er bara, já, ég nota þetta app, skilur til að color grada eða eitthvað og bara svona, þetta til að stilla frames eða stilla, þú veist, white balance eða bla 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 og klippir þetta svo bara í einhverju appi og postar. Það make sense. Þú veist, það hefur að gera bíómyndir bara teknir upp á iPhone og posta. Þú veist, why not? Bara þetta eru bara fínustu gæði og... Bókstaflega. Ég er að fíla hvernig að þegar menn hendi í tónlistarmyndband, sko. Birnir var að gefa út tónlistarmyndband fyrir 3 mánuðum með Alaska 1867. Já. Sem er frekar crazy nafn á artista. Alaska 1867. Ég veit ekki the backstory, sko. Hún er ekki svo gömul. Nei. Það segir fun fact. Já. Bandaríkin keypti Alaska af Rússlandi árið 1867. Þetta bulli mér. Nei. The purchase of Alaska in 1867 marked the end of Russian efforts to expand trade and settlements to the Pacific coast of North America, and became an important step in the United States' rise as great power in the Asia-Pacific region. Þeir náttúrulega keyptu af Frakklandi líka fyrir það einhvern landshluta. Já, betur kannski ég að bylla þeir keyptu það ekki af Rússlandi, en jú, já. The Alaska purchase was the purchase of Alaska from the Russian Empire by the United States. Sko ég var nefnilega að hugsa þetta í einu samhengi. Bandaríkin var að segja eitthvað, við ætlum að kaupa Grænland og Danmörk var bara ekki fucking gera það, ekki fucking sense eitthvað og allir í Evrópu bara eitthvað geppir þær. Og ég var smá svona, ef ég væri frá Grænlandi, Danmörk has done me fucking wrong, sko. Fínt að bara Bandaríkin kaupi Grænland, ég fæ bara, þú veist, bara allir grænlendingar fá splitt þessu bara á hvernig veit Grænlending og þau fá all bandarískan ríkisborgararétt. Já, bara fínt, bara double citizenship og eitthvað. Bara Danmörk var að gera frekar cursed hluti við Grænlendingar. Já, og í langum tíma. Gauður, 100%. Það er náttúrulega hljóta að vera einhverju verri, þú veist, þegar voru ekki að treysta Bandaríkjunum fyrir að einhvern veginn koma vel fram við sig. Hérna 1803 þá keypti Bandaríkin the territory of Louisiana frá Frakklandi. Sem að var sko fucking humongous. Við erum að tala basically 1/3 af því sem við þekkjum Bandaríkin í dag
keyptu þeir af Fraklandi fucking stupid Frenchmen. Byrju, maður getur gert svona show on stream. Kemur kommentið upp, ok, skilurðu. þetta er epic. Þetta er fucking epic. dope. Náðu ekki minnast verð. Við þurfum að vera meira live, sko. Það er skemmtilegt að vera með W's in the chat. W's in the chat. Pældi samt við að fara live klukkan fucking 9 á föstudegi. Já, við erum bara eitthvað að winga þetta að bulla eitthvað. Og maður ekki vera live klukkan svona 4 á föstudegi, ja. F95 blöðstæl. Við þurfum marglega að fara að gera það. Já. Ef við ætlum að vera að fara live, sko. 100% sko. Ég Ég hugsa að það er okkur gaman að vera hlustað til vinnunni af því að þú veist, fólk er bara tímakaupum og þú þarft ekki að vinna, þú ert í vinninni. Þannig að þú stillir bara sterakast og hlustar okkur tala The Purchase of Alaska. Bókstaflega, það er lítil önd að hlusta okkur. Lítil önd. Little up and W. Let's fucking go. W's in the chat. Let's go. Shit, þetta er svo lit. Þetta er fucking insane sko. Gauður, Ég ef er að svo peppa fara líka að gefa svona shoutouts á fólk sem er að koma í livestream þá hlustar einhver eftir á Akkur var ég ekki hérna? Akkur fucking var ég ekki hérna? Því þú getur influensa þáttinn. Þú getur, í staðan fyrir að senda DM Hæ, ég er actually hjartafræðingur og það er ekki gott til að segja fólki að drekka gett mikið smjör. Þú hefði getað að senda það í chatið. Þú hefði getað verið live. Þú hefði getað verið live. Þú hefði getað fucking sendt Hey boys, freka vissum að sé ekki gott að leika sem hnífa. Og við erum, oh shit, ok, W's in the chat. Eina sem vantar samt er að við er ekki basically öll íslensk livestream svona bara að gambla. Jú. Talandi að fucking gambla maður. Þú veist Er það ekki insanely unethical thing til þess að auglýsa það? Jú. Fattarðu mig? Það er eiginlega miklu verra heldur en að auglýsa nammi. Jú. Því þú veist, hvenær hittum maður senast einhvern sem bara fucking rústaði lífinu sín út af nammifíkn? Ok, já, bara aldrei held sér nammifíkn svo ykt, en ég meina, ég held að þetta er sko, þetta verður bara, þetta er að detta í gambling epidemic hérna heima í Íslandi sko. Þetta er svo maður verður svo fáránlega háður þessu. Ég var alveg pælt í þessu sko, ég fekk einu sinni einhverja inneign að til þess að posta einhver svona Super Bowl eitthvað, cool bet. Já. Og maður fær líka bara inneign fyrir það. Þú færði ekki einu svona cash, þannig að allir sem eru að auglýsta eru jú kannski að fá cash líka, en fær bara inneign til þess að gambla meira með, þannig að þú ert eiginlega ennþá meira cooked ef þú ert að auglýsta því það verður bara ennþá háðar í því að gambla. Já, nefnilega. En eftir það þá bara fá fría fyrsta skammtinn. Bókstaflega. Eftir það þá væri ég okkur, damn, maður þarf að pæla í því sem maður er að promóta. Þannig væri bókstaflega bara, hey, allir fylgjum mínir fara að gambla. Og það er samt eins og með Marta, ok, fólk er fullorðið og það þarf að geta séð sig sjálft, fattarðu mig. En nema þú sért með einhverja svaka vitneskju eða pælingar eða kunnáttu að stjórna þessu frekar, þá er bara best að sleppa þessu sko. Já. Við erum insanely ethical podcast. We would never promote anything bad. Við þurfum 100% að næsti bólur sé anti-drugs bólur sko. Þannig að við erum bara án að kemur út grein að 13 á árinu dóu úr steranótkun, misnótkun stera. Það væri svo cool fucking bólur. Fucking nettur sterabólur og stendur bara eitthvað 38 manns eru með hjartagalla á Íslandi út af steranótkun. Það er spurning hvað það sé eitthvað svona einhverju statistics sko. Það væri nett. Eða hvað sem eru bara visits, hvað sem eru eitthvað heimsóknir á spítalunum á komið, af því að þú veist bara að lækna vinkon okkar sagði mér bara, hún hefur reglulega fengið gæja sem eru bara með eitthvað crazy fucking health implication af því að þeir eru búin að vera á sterum og vita bara ekkert hvað er að gera. Shit. Það er potið documented. Það er bókumál. Þurfum við ekki verið með góðan fræðslu þátt stera? Jú, það væri mjög skemmtilegt. En bara, að maður fá bara læknu það í podcast eða fá einhvern gæja sem er bara innit. Fá gæja sem er innit. Það þarf til að blanda þessu saman sko. Já, fá bæði. Fá what I should, what I shouldn't. Ok, já. Discussion. Já.
Shit, það væri fucking legendary hafa svona borð, skilur, og svona fólk svona sest, skilur, svona á borðið. Það dæmi, veistu hvað að tala með? Einn læknir og 9 gæjar á steyrum. Já, einn Eða læknir, 10 gæjar styrum, já. Og það væri epic, sko. Já, ég er búinn að hugsa lengi og vel. Nei, fucking Anna double in the chat, let's go! Let's go! Hlynur Nei, Ólafsson, Hlynur. 3329. Og Hlynur, Patti. Við erum kokt. Hann er lögga. Hann er lögga. Slepptu mér! Slepptu mér! Oh! You're so close! Oh, bullshit! Fucking man! Yes. Ég sagði á Íslandsmótinu eftir á, strax eftir á, því að svo fyndin I got a comedic mind of a genius. Hvernig er Dóri 40 mínútum að segja? Er hann kominn núna? Nei, hann er bara ekki ennþá komin, ég er að hugsa það núna allt í hennu. En anyways, í burpee eventnum, maður sem var splittaður í tvent, fucking million chest to bar, nei, assault bike, chest to bar, burpees, assault bike, bar muscle burpees. Í seinni burpees, þá hugsaði ég var bókstaflega að leggjast niður eins og að það væri lögregluþjónn að með að byssu á mig segja mér að leggjast niður. Ég var hendur á hausinn, hægt og rólega niður eitt hnéð, hægt og rólega vinstra hnéð, niður á magan. Það gera burpees. Já, það var paceið mitt í burpees. Það er hilarious. Literally. Shit. Damn. Hlynur Ólafsson hendi, what the hell? What the hell? Ok, einn að reyna að vera undercover cop hérna. Guys, ég er cool, ég er actually cool. Sure, buddy. Ég er chill. Sure, buddy. Herru, vissirðu? Betting og stera eins og þið viljið. Herru, Þannig það að er fucking einhver peptide, íslenskur peptide account á TikTok. Og hvað er hann að tala um? Bara peptides, bara DM for info. Oh shit. Bara performance enhancing drugs. Það er enda crazy style. Það er in fucking insane, það er alveg að finna. Í rannsókn á unglingum 17 ára kom í ljós að 1,6% svarenda höfðu notað anabólíska stera. Býtu, ha? 78% af þeim voru strákar. What the hell? Notendur sýndu meira einkenni af kvíða, þunglyndi, lægra sjálfsálit og fleiri reyndu sjálfsvíg samanborið það sem notaði ekki. Damn guys. Steinun sendi mér hérna þrjár, ekki greinar, svona rannsóknir á sternundum og það er bara crazy fylgni mitt á bara svona mental health vesenni og hvað. En maður spyr sig hvort það sé svona reverse causality með það, sko. Þú veist, að þú ert með mental health vesen í gangi og þess vegna ferðu út í steranótkun frekar en þú varst bara healthy, happy guy og byrjaði bara að nota stera og þá fékkst einhver svona mental health implications, skilur. Ef við svo samt með annað sem var mitt bara svona hvað er eitthvað fylgni með því að þú sért, þú veist, glæpamaður og þú sért á sterum. Og ég var svona mega sense og ég hugsaði líka já, líka bara svona ef þú ert glæpamaður þá kannski ertu með svolítið þessi forgangsraðanir. Já, líka bara, þú veist, bara svona headspace-ið, skilur, þú ert glæpamaður. Bara það er ógeðslega mikilvægt fyrir þér að vera massaður, stór og vera svolítið aggressífur og klikkaður, skilur. Já, mikilvægt þarf með ákveðið look, sko. Ákveðið vibe þig, það er að passa vibeið. Ákveðið aura. Peptides, Iceland. 99,7% purity, trust me. Endilega spyrjið, svara öllum spurningum. Ég vildi óska þess að beinin mín væru stærri. What the hell? Segir eitthvað peptide. Mér langar að vera tanari og fá fullkomna húð. MT1 og eitthvað bla bla bla. Peptides eru víst líka svona frekar ekkert það based, sko. Þú veist, peptides eru ekkert eitthvað sérstaklega svona rannsakað víst á manneskjum og þú veist, það er ekki svona, þú veist, fólk hugsa einhvern veginn peptides oft eins og að taka aminosýru eða eitthvað, en þetta er bara performance enhancing drug og getur bara verið, þú veist, getur verið, þú veist, mér er svo gott hérna, sem ég heyr daginn, að mér minnir það var the absence of evidence is not evidence of absence, meaning, þú veist,
bara því að það er ekki komin einhver rannsókn sem segir að peptides láti heilaðin springa, það þýðir ekki að heiluðin muni ekki springa þegar þú tekur peptides. Dóri Dino is here. Yo, double is in the chat. 67, everyone 67 in the chat, 67 in the chat, let's go. Hey guys. How's it Góð hanging? sofnun. Toby sleeping like a baby. Damn. She is a baby. Fun fact, she is a baby. She's sleeping like a grown-up. What the hell? Það væri awesome. Getur hún please gert það? Það væri þetta insane. Það er mjög fyndið að fólk segi sleeping like a baby, cause babies, their sleep is kind of weird. They sometimes don't sleep very much, sometimes. Anna W, damn, little ant going crazy on the W's. What the hell? Lítur Við erum önnum búin að annað W. Við erum búin að fá mjög mörg W's, Dóri. Við erum fá mjög mörg W's í chatið. Geðveikt. Og hvað þið búin að vera að ræða um? Bara svona alls konar, bara svona gaman. Bókstaflega pólitík. Bókstaflega pólitík. Ert þú búin að hlusta á nýja Flóni Birni lífstíllagið? Sorry, rétt á hennu fyrir þangað. Við vorum að tala um betting, Bensi. Af hverju eru betting síðurnar ekki með svona betting möguleika á hvaða mannesku Silvía Guðrún er að tala um? 6-7, það væri legendary. Bara hérna, Sunneva Einars 1,2 stöðull eða eitthvað. Helga Sigrún 1,8 stöðull, hérna. Birgitte Líf 2,3 stöðull, skilur við. Já, þetta er þetta geggjupæling. Hvað er ykkar peningur? Sunneva Einars. Ég held Birgittu. Aha. Damn. Já. Ég held að setja á Birgittu. Það getur verið. Maður er búinn að fá nokkuð timelines nefnilega. Ég held mögulega þessi Halla Tómas. Guðni TH. Þetta er þetta plot twist. Guðni TH. Guðni TH. Halla er nefnilega hermyndu Guðni TH þegar þú pælir í núna hún fórseti. Já, pælir í. Hvað er Silvía? Já. Funny er sko að hún sá mig í World Class fyrir 8 árum. Ha? Ég sá hana. Hún sá Og mig. hún hélt að þú væri ég. Og þannig að ég er manneskjan. Tölum OG copycat, Benedikt Karlsson. Stop copying me. Fucking gríns. Ég þekki eitt sem búin að copy my flow Er ekki í Bensi 29 ár. Bensi er eldri. Yeah, you would eldri. think that. Að því að Dóri er alltaf að herma eftir mér. Þetta er því Bensi búin að brainwasha þig, buddy. Að því hann er copying me. Ég er master manipulator. Alvöru svona Fortnite krakki setning. Það er að því að Bensi er búin að brainwasha þig, buddy. Því hann er copying me. Ég er aðeins farin að hugsa út í þetta, bara smá. Ég er ekki að segja ég sé eitthvað íslensku legend. Ég er frekar lélugur í íslensku, en ég er svona aðeins farin að spá í því að ég verð En þú ert íslenskt legend. Ég er íslenskt legend. Ég er íslenski Henry Cavill. Maður segir íslensk góðsögn, ekki legend, það er ekki íslenskt. Hana, skarplega aðtuga, Halldór Karlsson. Maður segir íslensk legung. Doubles in the chat, let's go. Scheisse maður. Pælís, við erum núna hérna 3 viewers. Fast forward 7 years. Við erum 30 viewers. 8 million views. Okay, guys, það er bara ein leið til þess að fá 8 million views. And we all know what that is. Witcher OnlyFans account. Okay, switch it up. Witcher OnlyFans account. OnlyFans account. Á hverju byrjuðu þú ekki að streama Witcher í full on Witcher cosplay? Ég var að hugsa þetta í gær kvöldi. Ég lá upp í rúm og var að fara að sofa. Ég hugsaði, af hverju er ég ekki bara live? Og er eitthvað svona, að gera eins og Witcher. Og svo hægt og rólega afklæðistu. Og svo ertu bara full on stroking í til lokin. Interesting. Very interesting. This might actually work. Here's how Böð Tóndrarinsson became the first Icelandic billionaire. TikTok livestreamin sem mér finnst ógæðslega góð er þegar að það eru basically svona gifts sem þú getur gefið, sem kostar penning. Og þau eru svona að fyllast hægt og rólega og það er svona gaur
sem situr á svona palli sem er að fara að detta, þú veist, í svona, þannig hann er að fara að detta í vatn þegar að giftin eru komin upp í, skilur, 1000 eða eitthvað. Og hann er no, please, no, please, no. Og það er ding, 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 allir að gefa $1 og ding, 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 og hann er no, no, no. Í alvöru? Ok, þetta er legendary. Já. Þurftum 100% að gera þetta. Já. Svo ser maður líka TikTok sem er fucking insane. Maður sér líka fucking full on bara fólk sem er bara út á götu og svona, ég stundum svona this is staged, þetta er fake. Það er svona fake út á götu með 3 krakka. Já. Svona plaggat sem bara help, bara every gift counts. Og ég reynir að greina það smá. Ok, akkur sínaði ekki background, akkur með tjald hér, hvað er þetta og ég það er illa séð ef ég og Emil að fara að púla þetta. Nei. Það er ekki vel séð bara. Any means necessary, make the money, make the moolah. Og svo beint eftir allir múin að gefa okkur peningin þá eru hashtag epic bet ég er að fara að gambla. Spinn, það er alltaf all þannig vídeo núna eru með eitthvað fucking rain bet eitthvað blackjack dæmi. Já. Það er svo insane. fucking mikið sko líka bara svona fólk sem er að gera content á TikTok og Instagram og eitthvað sem er bara nýssið hjá gæjanum er hann alltaf að detta og missir andan eitthvað, skilur, you're on your first date, gæinn dettur eitthvað, missir andan, það er svona djókið alltaf hjá honum. Allt inni gerir hann eitthvað með clown bet sem er bara eitthvað, hann dettur eitthvað, sýnir síman og það er bara eitthvað spinn í gangi, skilur, maður er bara what the fuck. Bókstaflega. Þetta er bara fucking disease going around the world. Þetta það er alveg markaðsending í gangi nú á samfélagsmiðlum í kringum allt þetta bet sko. Ég held að sé að fara að vera crazy tölur, þú veist, aukning á fólki að gambla á næstu árum sko. Herri, af hverju erum við ekki live á TikTok? Við getum verið live á TikTok. Við gerum það næst. Geturðu Í bætt kveiktana við erum live á TikTok, já. Ættu við ekki verið live á Instagram, er ekki mest að fylgja þar eða? Jú, en helst ekki hægt. Kannski, já, en við getum prófað að reynda það einhvern veginn. Damn, Dóri einhverjum deep research sko. Já, akkur Dóri er búinn að vera deep research núna 15 minutes. Dóri Guys, have you heard about the yogurt theory? Did you see this new research? Sorry guys, Mr. Suck was just sending me, I gotta finish some stuff with Facebook real quick. Daginn Bóla Breki Bjóla. Alveg hann? Já, þetta er hann sagði það seinast. Hann sagði það ekki seinast. Víst, þetta er Breki Bjóla. Stóri ástum það. Böti, horfðu á fucking prófælið, þetta er hann. Það sést, sko. Þetta er ekki hann. Það fucking sést, sko. Það voru náttúrulega ekki allir með á hann, sko. Að horfa á editið mitt. Dóri, varstu búinn að sjá það? Nein. Ok, horfðu á skjáinn núna. Damn. Tilbúin í þetta? Nei. Þetta er Winter Arc meme. Hvað sé það? Þú ert í þessu. Þú ert í þessu. Er ég í þessu? Já, Dóri Dino Exposed. The girl you brag about to your friend. Nei, býttu ekki lesa. The girl you brag about to your friend. The one you speak of. Það var að byrja frá byrjun. Okay. Total silence. I'll be your bitch. The girl you brag about to your friend. The one you speak of in locker rooms and show off the Instagram of to the team. I'll be your... What the hell? Þetta er awesome Hvað song. er þessi gæla að segja? Já, ég hef meira áhuga á því. Sko, I'll be your bitch er smá. Já. Can I get an Indian 6-7? Let's go! 6-7? Nei, þetta er ljótt. 6-7! Let's go there. 6-7! Ég er svo fálega American, I can't go full. Segir þetta guys, sjá hvað ég var að fá. Obama hérna. A beautiful latte með svona hjarta. Pæli My hvað wife is beautiful and alveg amazing. orðin bara gummi drengur. Tjekka þetta, tjekka hvað ég var að krasa. Mega Monster Ultra. Ok, kremtu nú dósinu með enninu.
Do it Ég er að fara að Nei, kremja hann bolla á hausnum á mig. sett hann á borðið og gott Böddi, við erum með 2 að hlusta, gerða 4 verður að að hlusta gera það. 4 að hlusta Reyndu að vera smá Ættu- scientific accurate Ætlu að vera frægir eða ekki? 6-7 challenge Fuck, ég þóri ekki Ef þú gerir nógu fast þá er ekki vont Nei, ég held að vera fucking vond Ég er að fara að skera mig Já, reyndar, þetta er svolítið hægt að þetta þessu bara Ok, ég gera það Ef við fáum einhvern veginn 10 live viewers þá ger ég það Ángríns Shit, ég ætla að gera það í smá stund En ég hugsa að ég geti skorið mig Já, eða þetta færi bara í gegnum heilana þér Þú myndi gera þetta nema hauskúpa myndi bogna og hún væri hálf komin inn Sáu Jason Hopper að borða spiciest snack in the world Nei. Og hann var að borða sterkasta snack í heimi Brygger said do Og it hann ældi live Nei Jú Akkur er Dóri í alvörinu doing deep research Akkur mættur í 50 mínútur sent í podcastu og vera biohacking Did you know 50% of the world is actually underwater? 50 Er ekki miklu meira? Depends on what you think Varst water is. þú running up the calculations núna eða? Ingemar Jónsson Doing a quick- 9280 brings the boom Boom We bring the The boom boom Hérna, Dóri 50% af jörðinni er fakt ekki Það er miklu meira en 50% underwater Svo er það alltaf að vera vittlust í vikingaþreikinu því að Hildur prófa með froska. Já, fyrir ekki Segir þið Froska? eitthvað frosk? Nei, froskar. 20 froskar. Nei, 20 froskar. Ekki froskahopp, 20 froskar, Böddi. Hvað eru froskar? Þroskahopp Æ, hverju hoppi þroskastu? Þroskastökk. Þroskastökk. Froskar getur verið hann þegar þú hoppar og lendir í svona frog position og svo stekkur aftur út með lappinnar og gerir ribbit Vitið þið hvað þroskahopp er? Það Jú, það. hoppið í salin Basically in this position Já, Og sem hoppar fram Og lendir já Bæði myndi skuttla mér Do it Allir Sjá- chat, I do it Þetta er Heyrðu, Black Ingimar- Mirror þáttur 5 froskar er ekki svo sko, froskahopp non-stop, það er mjög erfitt to be honest, ég veit ekki hvernig þeir gera það Ég veit ekki hvernig þessi froskar gerir það Má ég sjá Böddi að taka Hversu, Böddi, taktu 5 frá 10, 20 froskap for time í leggings fyrir mig. Af hverju? Í Under Armour leggings. Af hverju? Benns að gera Ekki hopp, froska, ekki froska hopp. What the hell? Þetta er donkey kicks. Ég hef aldrei séð frosk gera þetta. Damn, Bensi er í livestream blackout Guður, Þetta var sann crazy edge, ég held ég gæti ekki gert það ég skrifa bókslega froskar / going crazy on it. Damn guys, clip that sko Oh damn, þetta er bókstala Buddy on a first date Segja hvað Vel þetta er. gert Buddy Ég sagði bara, heyrðu, 20 froskar og ég sagði ekkert meira og ég sagði bara frjáls aðferð. Og fólk bara, sumi voru hérna. Sverre Tungun út. Tongue to full extension and then retract. Það er alveg þing Þetta er eitthvað sem einhver svona gúrúar þarf að fara að gera. We never practice the tongue. You gotta work the tongue muscle. Tongue muscle is the strongest muscle per capita in the brain. Nei, er það ekki einu vöðun sem er ekki með, þú veist henni einhverja festingu á hinum endanum It's free En það er the freakiest muscle. Það er by far the freakiest Tofu muscle er tungan á dýrinu
Fólk veit það ekki. Umfið píkan. Hérna, getið þið sleitt á okkur nefið? Jep. Sorry, ég er ekki að fara að gefa svona freaky content for free hérna á netinu. Check þetta. What the hell, hvað Böddi lélegur? Ég hef bókslega ekki þurft að snýta mér í 3 ár. TN2, tunga og tilli. Þetta er 100% bryggi. Það er engin annar sem er jafn freaky og hann. Hann er the freak master, eins og hann kallaður. Það er Hærin, Böddi, getur þú púlað upp twerk myndbandið að hans breykar real quick? Pull it up for me. Herri, ég er ekkert búinn að fá að rauna yfir breka, eða ekki eins og ég kalla hann Sleeping Beauty. Beilaði á mig að mæta hlaupaðing og senda mig klukkan 11. Ég er ekki að ná að sopna. Ég kemst ekki að hlaupa klukkan 6 í fyrramálið. Já. Klukkan 11? Dóri Bóksleysi podcast ég er búinn að sofa í 28 mínútur í nótt. Fokk mikið bauga með kaffi. Ha? Real man like me. Ha? Ég bara mæta. Ok, ég skil breka ef hann er klukkan 3 að senda og gaur ég fucking En handtaka. Breki sendi þetta klukkan 22:17 bara. Já, það er insane. Ég náði ekki að sofna klukkan 9, ég held ég ekki að fara að make it klukkan 8. Ég glemd að fá mig magnesium á réttum tíma, þannig að ég mun örugglega ekki detta í REM-sleep fyrir svona 1 í nótt. Og þá er það bara ekki alveg að virka fyrir mig að fara að æfa svona snemma. Bókstala, Breki, við viljum ekki sjá þessa fucking hegðun, ok? Og það er gott að getur ekki svara fyrir því að enginn myndir hann að hlusta á það. Ég vil ræða það inn í chati þetta smástund. Nei, það er samt rétt. Hann þarf að sleep up. Það styttist í batt hjá honum og þá mun hann ekkert fá að sofa. Nei, hann þarf að gera his head in the game. Why we sleep guy, hann sagði að maður gæti actually safnað smá svona svefni áður maður verði mjög sleep deprived. Það kallast þess að sleep banking. Já, Já, með fyrirlestur hann sagði þetta eins og Ég er meira fyrir sleep banging. Oh, let's go, 6-7, double in chat. það er þú sleeping with someone that's sleeping. Because that's kind of... It's not a... Cut. Nei, sleep banging, það er eitthvað allt annað. Það er þegar báðir aðal eru sofandi og eru að dreyma svona blautan draum og og að simulata. Interesting. Extremely interesting. Og byrju, tala um þetta í Why We Sleep eða? Hafið þið einhvern tímann Er þetta volume 2? Why We... að stunda kynmök og þegar þið stingjónum minn hafið sagt Bluetooth device has been connected. Nei, því það meikir ekki sens. En það er Bluetooth. Hafið þið ekki smá prank hérna The Ox. Nei, ég er að joga, ég er fókast. The auxiliary... Þetta er svo góður. Það er svo góður. Þú var samt aðeins svo snöggur að segja fókast. Ég held að þetta sé mjög söss núna. Býða aðeins, stretcha þetta 30 sekundur. Ok. Hvernig ekki hvað? Hvað er að gerast? Hvað er að? Það sem ég skil ekki er hvernig gay men do it. Eitt sem ég skil ekki. Eitt sem að ég sem straight man never understand. Hvernig, það þarf allavega einn að vera með forhúð, hvernig þarf annars að ríða hinu tippinu? What the hell? Þetta er crazy. Jón Ingi sem var í setjum sinnast. Hann kendi með þetta. Núna erum við komin í þetta. Tjekki þetta hérna. Herru, Ingimar kemur gegn punkt. Why We Awake, það var eitthvað bók. Why the fuck are we awake right now? Hugsa eins og það. Já, en erum við awake? Það er spurningin. Erum við in the Matrix? The closer we get to AI og allt það, þá er því meira sem ég hugsa damn, er ég ekki bara með eitthvað full bodysuit VR goggles í gangi en og það er bara eitthvað AI generate allt saman? Jú. Semi. Semi, sko. Life for one crazy video game. Soon, sko. Já. No point að vera in this world. God-forsaken world. Það er no point að get a degree, get a job, get a girlfriend og get fit. Þú getur gert þetta allt bráðum in the VR headset. Bókstaflega. Get your money up. Það er sant.
Hvað heldur VR? Já, Jú, þú ert að með vera því að- eftir VR. Epic Bet. Epic Bet besta leiðin til scrapping. Á Epic Bet getur... Tjóki, Þú mátt ekki segja eitthvað sem alveg, þú verður að segja awesome bet. Ó, Er Epic Bet actually Já. betting dæmi? ég er að fá svo Excellent. fucking mikið af innegn við að vera að segja þetta, þið vita ekki, ég er með svona leinidíl. Awesome Sauce Bet. En bara allt bet til. Awesome Bet. Legend Mhm. Bet. Crazy Bet. Ég er með að byrja með freaky bet. Frog Bet. Freaky Bet. Frog bet. Damn. Eftir uppbóðsæfingunum minni. Það er Awesome Sauce. Það kom hugmynd að því að hafa option að með bólina að geta merkt við sterana sem fólk er búið að taka og það getur fengið einhver svona patch yfir, svona checkmark patch eða eitthvað á bólinu. Oh, damn. Þá erum við bókstaflega ekkert eðlilega mikið endorsing steroids sem ég. Og bara get humble guys. Eða þú veist, eru það ekki svona, hey, bara, þú veist, tick the boxes, skilur, gotta catch them all. Já, hvað er ekki sem að, jú, reyndar þú segir Mhm. það þannig, já. En erum við ekki þá advocating for Transparency. Transparency. Jú, það er við ekki. Hinn er einn hugmynd. Geðveikt svona ítarleg lýsing hvað er the safest way til þess að taka stera. Ef þú ætlar að gera það. Eða ætlar ekki að gera það. What? Nei, What? þú veist, jú, of course, eða ætlar að gera það. Já, sorry, my mistake. Já, Það var smá sem sás. hvar fær maður stera? Bara baka Who's gonna tell him? Bakuhús. Veistu það ekki? Sterakasti.is, ný vefsíða sem er hægt að kaupa stera. Farðu hann á stubb.is/sterakastið.shop og kaupið... Og pantaði bóli extra large á 17.9 með drop heimsendingu. Þegar það er nú ekkert mál að tróða einhverjum nokkrum stera sprautum og svona með einhverjum ból, sko. Damn, þú got Eða to einhver trick the aðeins. system. Í litlum pókum, svona hvítt í pókum. Þú a little bit tricking the system, bro. A little bit. Ó, damn, Ingimar er hérna að gefa shoutout á annað podcast, Hjólavarpið, þar sem að hann var gestur og hann fór Var hann in-depth gestur? í notkun stera á Hjólavarpið. Það var íslensku gæði poppar á bara fucking testa Molly. Molly og Var þetta já, Flóni. Ég sá þetta líka. Flóni the Biker og Ingimar og Hanna Búi voru að fara yfir þetta í hjólavarpinu. Mjög skemmtilega þáttur, ég var að hlusta á hann. Hann var mjög góð. Ég er ekki búinn að sjá þetta. Já, mjög skemmtilegt. Ingimar er náttúrulega með meistaragráðu í Molecular Medicine. Þannig að hann er einstaklega klár í öllu svona. Einu Einu Hann svona... er líka með split personality disorder, þannig að það er alltaf gaman að tala við hann og fleiri sem er hann á bakvið. You never know what you're gonna get. Hann er like a box of chocolates. Bókstaflega. Speaking to Ingimar is like having a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Speaking to Ingimar is like having sex with a prostitute. You never know what STD you're gonna get. Það er nú að tala saman. Það er nú það saman. STD Hann er menn- accusations. Ég verði að segja eitthvað ég fyndi. Hún, systirinnar Sollu komin í mat í gær. Og Nei! þetta- Let's go. Wait for it. Og hún var með versl á bekknu sínum, That's what she mætti hún í hérastóm. Og hérna, og voru að pulla upp og voru bara svona að mæta og það var eitthvað svona dómstótt í Þau gangi. voru að fucking pulla upp. Ég heyrði eitthvað Hey, what's up, hvað er í gangi hérna? Svo heyrði ég hérastóm og Dóri að púlla upp. Ok, er þú að laga böti? Því hann sagði sko ekki þetta beint. Hvað sagðir þú? Þú sagðir eitthvað með hérastóm. Hlusta þú núna í staðan fyrir að segja mamma hinn brandari hérna, hægri vinstri eins og síðan bara hérna í áttabæk, ha? Komum svo? Komum svo? Þetta var svo langt gengið. Ok, svo ég ætlar á. Og þau sem eitthvað svona, ég veit ekki, tóku strætó niður í hérastóm og þú veist, þú getur bara pullað upp á hérna einhvern lögfræðing að rauna yfir lið og þú veist að vera ásakut gæja og svona a case. Alvörunni? Já, það er opið.
ekki fyrir öll mál náttúrulega en fyrir flest mál og það var gæi sem var greinilega tekinn fyrir aflöggunni fyrir að vera með þú veist eitthvað 2 milljónir í óskráð bara pening heimi á sér og hvort böstuð hann með þú veist peningin heimi á sér bara í svörtu eða eitthvað, ég veit ekki, eða inn á bankabók hjá honum obviously að selja eiturlyf eða eitthvað svona og hann ákvað að spila það þannig að hann væri hérna hann og lögfræðingarnas að hann væri sem sagt að selja sig. What? Og hann mætir þarna þessi gæi og er með þetta alibi, hann að selja sig og lítið til hægri mættir í bekkina 20 úlingar bara þú veist í Vestló og hann bara eitthvað oh fuck, setur hettun upp og rennir upp þarna eitthvað, þú veist, og þá lögfræðingarnas going crazy, segja hann sé að selja sig taking it up the butthole hérna for 5,000 a pop og gæin damn, tone it down cut stop já, þetta var það sem sagt, þú veist eins og þið vitið mjög vel, þá náttúrulega löglegt að selja sig en ólöglegt að kaupa vændi. En verður ekki að borga skatt að því samt? Jú, það er skattskilt 11%. Það vaskur á því. Það skrifum maður bara allan kostnað og það er sími Kostnaður, hvað verður kostnaður? Baby oil Böddi bókslega, getið fengið nótu hjá þér? Gleymist að Böddi var kallað Böddi Baby Oil í menntaskóla. Baby Oil Böddi. Hann Baby hataði það Oil ekki. Böddi Baby Oil Böddi Ekkert meira pennandi en að mæti heimsað til Bödda og maður fekk sér sæti í herbygginu að segja eitthvað og maður var bara löðrandi næstu 3 daga sko. Ég er alltaf að surprise Baby Oil my friends. Getið fengið vasklas? Hvað fang þetta? Baby Oil Böddi Baby Oil Böddi Ég er að ná þessu freka vel. En getur Böddi, getur hendi hérna hvað er hérna viral gæi Getur fæði split. Do it. 50% í chati fyrir split. Hann stendur fyrir fram á svo lestastöð og hendur í eitthvað svona okkur línu úr slægi. Já, þú ert að tala um hvað segir hann? Hvað segir Já, ég sé það, það er hansi gott. Ég held ég náði ekki vel. Það er mjög erfitt að reyna það. Ok. Everybody dance now. Þetta var mjög gott. Ég var ánægður með það. Ég var actually smá surprised. Ég var svona, wow. Þú hendur í hana when you realize you have a music talent you never hidden talent. On jokes. Þú þarf ekki að go to your 9 to 5. Þú þarf ekki að go to your 9 to 5. Don't do it. Everybody dance now. Keep that hidden, buddy. Keep that hidden. Keep that hidden talent hidden, my man. Mjög gott TikTok, talað um TikTok. Ert þú allan daginn inn á TikTok, eða? My son, Mike. Oh, Michael. That's not what I said. Woo! Samara! Já, ég sé það. Ég hef ekki séð þetta, ég er ímyndað mér þetta og þetta er mjög gott TikTok, þetta er mjög gott. Þetta er Vine Energy. This would do numbers on Vine með 3 million like, það er alltaf hannig. Þannig ætlaði Michael Jackson myndina. Be very careful what you say next. Ætlaði Michael Jackson bíómyndina sem er komin bíó. Er hún að koma bíó? Já. Be very careful what you say next. Þetta barnamynd, Er Michael Jackson cancelled? Dóri Dirty Dino. What the hell? Jesus Christ. What you mean? Þetta var eitthvað. Þetta myndi gera numbers on Vine. Sterakastið is cocked. Thank you for that. Literally. Accusations have never been better.
Literally. Talandi better. Every bet er actually besta leiðin. Hvað Ég er hafði það? séð Besta hana- leiðin til þess að hvað? Betta á bet. Já, besta leiðin til að betta. Besta Hafið séð hana heimildamyndbunduna Jackson, hana eitthvað Leaving Neverland eða eitthvað. Já, ég sé hana. Sem Must watch. The Accusations. The Accusations, já. And the Allegations. Ég hef heyrt hana bara. Það crazy. Aðalega sem að mér finnst að maður sér bara hvað maðurinn gjörsamlega ónýtur í hausnum, sko. Mega Hann sense. bara ennþá krakki, sko. Já. Hann var bara 5-year-old boy þegar hann var 40 ára. Bókstaflega. Það crazy hvað money and power, þú veist, allt sem í kringum þetta, allir peningurinn að fólk að silensa og leifur þessu að viðgangast. Eitt mjög fyndið analogy sem við gert, hann accusations og politics, það er svolítið svona þema á þættinum. The Epstein Files. Það dæmi. Ég sá gott analogy núna daginn sem var frekar fyndin greining, mjög nákvæm. Ímyndað er að þú ert í sambandi og þig grunar eitthvað skrítið hjá kæristunniðinni. Þið finnst eitthvað weird og eitthvað og hún kemur heim og þú bara, heyrðu, má ég sjá símaðinn? Og hann bara, nei, hvað akkur? Bara, ég held að sé eitthvað gangi, má ég sjá? Bara, er ekkert í fucking gangi og þú getur að sjá síminn. Og það er bara, jú, en mér langar sem þetta að sjá símaðinn. Og hann bara, ok, nei, þú ert ekki að fara að sjá síminn, skilur. Eða býtu, fyrir hann á klósett í hálftíma. Kemur svo fram og bara, já, hérna, þú mátt sjá. Bókstaflega hann Það er skrítið. Það er mesta red flag í heimi. Það semmi gerðist. Semmi. Er það ekki bara í gangi núna? Jú. Það er bara neita að release the files frekar lengi og síðan we're releasing it. Eru þið búin að release it? Nei, Nei, ég held ekki. En hérna, má ég sýna ykkur eitt insane vídeo. Já, er það 20 mínútur? Bara 15. Sýndu. Also share tab audio. Yes, share. Ok, þetta er Michael Jackson í Las Vegas að versla inn á heimili sitt. Og þetta er uppáhaldsbúðin hans. Michael Jackson favorite shop in Las Vegas. Og verður það lagga feitt eða? Já. Come on. Er þetta ekki? The luckiest manager in the world. What the hell? Good. Æi, YouTube. Dóri að sína myndband er eitthvað cursed, sko. Someone doesn't You bought that? The globe? Yeah. Right? Why don't you go upstairs? We're taking you upstairs. Wait for it, guys. Hann er að fara að kaupa allt í búðinu basically. Hi. Oh my god, þetta er What the worst. hell? Það var eitthvað dingla. Heyri, þetta Ok, býða aðeins, það var eitthvað dingla hjá mér. Hvað er, literally, ákveð er ekki YouTube, þetta er sko 50p. Oh my god, ég er kúkt. Núna heyrstu bensa. What do you mean? Vorum að byrja að tala Epstein Files. Oh shit. No, it wasn't me. It wasn't me. You're at the wrong house. You're at the wrong house. Hvað er, hvernig er þetta svona lengi að lótast? What up, unemployment gang sem er að horfa á live podcast fyrir hádegi. Let's go. W's in the chat. W's in the chat. Hvað er, hvernig ætlaðu að vera að gera þetta á laugardagskvöldi? Fucking freðnir. Á molly Og bjór. og bjór. Hey, play that Crazy. shit, Dóri. Ég lofa að Daði er going crazy on that bike right now. Hann er ykkur helluð zone 2, gjörsamlega 300 watt average. Bouncing on it á elliptical tækinu. Oh sick. Með augun lokuð. Oh sick. Erum við að sjá hvað það virkar? Má sjá. Já. Nei, þetta literally virkar ekki. Áhverju virkar Þetta bókstaflega virkar It's ekki. for me. Okay, how much is that one? Did we ever get this one, these ones? Only 89,000. No. Can you put that on the list? Of course. Get your pen just so you can mark and not forget. I'm getting the list now. Okay. Did we get those? I don't believe I like those. Why don't we order those? Right. Yeah, I like those. Have you got enough space for all of this? Yeah, Mike? I do. You've got space? Yeah. And Well, we in bought the house in these. Neverland? Or? No, this would be for another house. Oh, for another one? Yeah. Okay.
We bought these, right? And these. And You, these. you like your urns, don't you? Yeah. Sorry, And hann er these bara we lappum og kaupa drast these- fyrir 50.000. Hann var að kaupa eitthvað hann skákborð fyrir 90.000 bandaríkjadólara. Lappa bendir annar hlut. And these, and this, and this. Og hann bara svona, not a care in the world. Lappar þetta rými í svona 5 mínútur að benda á hluti og segir, og er að kaupa það. That Yes, is fucking yes, wild, yes, yes. bro. Yes! Gæti hvað ég var Þetta er bókslega ég á fucking Nammilandi hérna. And this, Ný and sending. this. What the hell? Yes! Limited edition. Hvað ertu að fá? Roast beef. Roast beef Næstu 20 sendingin. mínútur roast beef ASMR. Benedikt Karlsson, take it away. Oi. Oi. Þetta er ógæslegt. Það er maður að steikt. Nei, þetta er steikt. Þú máttu borða beint í pakkana bara. Já. Já. Byrju, hvað varst að panta það sant? Kjötbúðinni? Kjötkompani? Roast beefs áskrift. Komdu í roast beef áskrift hjá Nautahöllinni. Nautahöllin, roast beef. Interesting. Roast beef. Getur þið tekið svona 2 roast beefs neyðar og svona klappa þeim saman? Eða ekki? Bara svona hugmynd. Bara hugmynd af contenti. Þetta er Ég mjög held að- gott content. Ég held að fólki í chatinu myndi fíla þetta. Wow, það er bara rifna. Shit, ég vorkinni fólkinu sem þarf að hlusta á þetta. Ég var ekki extremely mikið. Þetta er messed up. Þetta er smá... Þetta er the weirdest fucking content I've ever seen in my life. Benzi, this got to stop. This has to stop. Þetta verður að stoppa núna. Maybe I should call her. Maybe I should finally give her the call. Oh my god. I should call her. I miss her. Þetta var roast beef segment í boði kjöthalvarinnar. Kaupið ykkur roast beef á kjöthöll.is. Fremsting, endur sko, 4.50. Hver var dingla? Það er fucking roast beef sendingargæðin. Roast beef gæinn. Já, bókstælega. Kormákur roast beef. Hæ Benzi. Hæ Danni, Kormákur. Nei, Blindrafélagið byrjaði að selja roast beef. Ó, það var hérna. Það er reyndar, það er huge hérna, góð breyting hérna í höfum finnst mér. Úr hatturættinu yfir roast beef. Ég vildi ekkert beef frá Blindrafélaginu og ég var hættur myndi rosta mig. Ó, mjög gott. Mjög gott. Ég ætlaði að koma með eitthvað blind person joke eitthvað, ég var bara, nei, það Það er mjög insensitive. Very insensitive. Það verður mjög Hey, það illa verður komið- séð. Það verður mjög illa Komið- séð. Já. Damn guys, Breki er í the files, But this- Epstein files. Bötið, náður þessu með það? Hvað sagði þér, segðu það eins og Það verður mjög illa séð, já. Er ég falinni myndavél? Mætti halda það. með við We're þetta 20 watching mínútna you. bit af roast beef spanking. Það er gott að narti smá roast beef. Á ég sé eitthvað awesome sick shit. Legend sick shit. En þetta er ekki blindur, en heyrnarlaus gæi kemur alla þriðjudagsmótna 6:30 í hlaupahópinn og túlkur kemur alltaf með honum. Hún er ekki að hlaupa, hún kemur bara til að þú veist túlka hver æfingin er. Þannig að þú veist, hann hitar upp með okkur og svo stendur hún bara hliðina á Viktor og Viktor útskýrir hver æfingin er og hún er bara Going crazy á hann. En er þetta Awesome, eitthvað svona aðstóð sem hann fær alltaf? örugglega, ekki svo. Já. Fucking pældi hvað er örugglega, já þetta er bara mjög chill út, bara svona túlka fyrir gæi sem er heyrnarlaus. Hann heitir David Goggins. 5:30 þá fer hann út að hlaupa, þú ert að fara með hennum. Smá þannig challenge. Það var svona alveg epic. Er Það er ekki smá komið en eitthvað hún svona stendur þarna núna, það er AI fucking kalt úti núna, translation
dæmi fyrir þetta tákmál? Það er náttúrulega líka bara að skrifa niður út í neð, sko. Og þau geta lesið. Lesastæl. Hérna, lesastæl. Vissu þið að tákmál er ekki one universal thing? Það er þú veist tákmál dönsku, tákmál íslensku, tákmál, fattu þið? Nei, ég vissi það ekki. Ég vissi það nefnilega ekki heldur, fyrir nýlega. Ég held að tákmál væri Af hverju er það ekki bara one thing. universal? Ég veit það ekki. Don't ask Af me. því að tungumál, af hverju er ekki tungumál bara universal? Oh, let's go. 6-7 in chat, 6-7 in chat. You know, we could use the same kind of argument towards that. Í raun og veru. Það er alveg rétt, sko, en þú pælir í því að borða allir svona. Þetta er obviously borða á táknmáli. En hvernig væri þú að setja gulrót, stinga gulrót í mold? Hvernig myndu þú gera það? What the... En að setja roastbeef inn í langlóku. Svona. Býða eins. Anyways. Hvað er þessi erfiðasta orðið á táknmálsku? Það er örugglega bara eitthvað Mandarin, Chinese, fucking þriðja keisarans. Ég kann eitt á tákmáli, sko. Ég kann eitt. Vil ég sjá hvað það er? Þetta hér. Þið fattir strax hvað það er. Já, þetta er reyndar eitt, en ég kann annað. Þetta hér. Þetta er líka annað, en ég kann annað. Þetta hér. Nei, þetta er reyndar annað líka, en ég kann annað. Þetta hér. Hvað er þetta? Þetta grínast eða? Kóttu með það, hvað kann þú? 6-7. Þetta er literally, þetta er því. Let's fucking go. Let's fucking go. Heyri, áður en að heilin á mig springur, þá verðum við að fucking kappa þetta podcast, sko. Cap that, chat, cap that. Sem mig, sko. Nema að það er anything more to say. Fáum við eina spurning í chati. Gambling. Já, hvað þú Spyrðu sakkar um í gambling. gambling? Hei. Ég brjálar úti. En hérna, Jón Ingi vill fá Koma- þessi live. Koma Þess að vill fá upp ykkur að þið eru það fucking gambla hérna. Ha, nei. Ég vil fá þessi live klukkan Þú svona verður að tapa 8. fucking mikið. Ég vil fá þessi live klukkan svona 8 til 9 á þriðjudagskvöldum. Þá var ég komandi að gera virst. Þá var allir með þriðjudags Dominos pítsuna sína, Dominos er bestu pítsu Íslands. Þá var það á hreinu, áfram Do you Dominos. even lift, bro? Do you even lift? Þetta var í chati okkar. Við hefum fengið crazy roast beef chant í chati, hefði það verið. Roast beef, roast beef, roast beef. Það væri geðið að vera hægt að starta svona background noise eins og fólki var að tala í mæki sinni eins og væri í kráti. Það sem við Þú ættum svona- að gera, við ættum að vera með open link join, þannig að það eru bara svona 80 manns í podcastinu. Damn, Allir Kúkalabbi var að roast okkur svo harkalega. Hver er Ah, kúkur? Ég held það, því að við vorum einhverja spurningar ef við bara hætta, hann eitthvað, nei, þetta er bara flott svona, hætti. Ok, let's fucking go. Hann var auðvitað að tala um eitthvað annars. Nei, hann Ok. Hann er að segja bara, hey, gaurar, pack your bags. Gauður insanely Pack your rare, bags. insanely rare nafn, Kúkalabbi. Þetta er bara, þetta er $10. Það er crazy að skýra, það er svolítið crazy að skýra barnið sitt þetta. Það er crazy, sko. Er Nema þetta þetta sé- finnst, þetta finnst nafn held ég. Kúkalabbi. Google appi. Þetta er Southern American Kúkalabbi. The name's Kúkalabbi. Allir hreimar hjá Benza verða bara southern hreimar. Fólks tala, you can't take the southern out of southern boy. Heyrðu maður fuckers, við hendum þetta hér. Takk fyrir að hlusta á þátt númer 147.
7 held ég. Varstu þér eitthvað Jú, stund? roast beef 6-7 special 6-7 We're going out with a bang, þetta var senast þátturinn. It's Ég breytti been því a sjálf. long- Oh my god, hún fór bara mannanafna nefnd bara með byssu. Ég vil heita kúkalabi. Breit hún nafninu mínu núna í kúkalapja, þú ert fyrir að deyja. Bókstaflega. Why not worth it? Við Mannanafnanefnd getum gert myndi þetta vera the easy bara way or the Texas way. Mannanafnanefnd myndi hendi shoot me I don't care I gotta protect the Bókstaflega. names They myndu die on that principle. I will die on that hill. Let's fucking go. Fekk samþykkt hjá prumpum. Oh my god. To be honest, ég vissi ekki að það væri thing. Ég actually vissi ekki að prumpunafna nefnd væri að thing. En ég vil meiri federal funding í Immediate ass to the prumpunafna. face, prumpar in your face. And Toast to now- power Nú erum was við gone ass too to far face. Okay. Nú erum við gone too Herre, far we have to stop. This has to stop. We need to stop. Okay, Thanks so for the listening, toxic- guys. We will never ever record the podcast again. Goodbye. Þetta er the greatest wish á svona 400 manns. Bókstaflega. Þetta er bókslega, það er svona 500 manns sem sjá alltaf að við erum búin að gefa nýja þátt og þau eru, nei, come on. Og neyðast Þau að eru hlusta á allt í gegn. bókstaflega, they can't keep getting away with this. Já, hlusta núna 90 mínútur að við okkur að tala um Roast beef og gambling. Það er endar umræfni sem að er maður kanna umræfni. Quick word from our sponsors. Epic Bet, Legend Bet, Pussy Bet, Penis Bet. Nei, we have no sponsors. Jú, við erum að sponsora okkur sjálfa hérna. Þetta er pínulítið eftir að small og medium þið eftir að sjá eftir því að þið passið þær stærðir og kaupið ekki. Og að þetta sendist með drop mjög nálægt ykkur. Check it out, guys. Peace and love. Peace and love.